Sigurðsson, númer 28 Unnar Jónasson, þjálfari. Í númer 4 Davíð Jónasson, númer 17 Halldór Skúlason, númer 6 Heiðar Jónasson, númer 27 Marek Víksson, númer 24 Andri Sverrisson, Guðjánarinn. Og svo númer 11 Pétur Sigurðsson, númer 33 Ágúst Árnason og númer 96 Matthías Stefánsson. Í liði SR númer 31 Jón Ragnarsson, númer 80 Ævar Björnsson og fyrstu línu númer 14 Edvard Hasak, númer 40 Þorkell Sigurðsson, númer 9 Axel Ólafsson, númer 17 Alex Sveinsson og númer 18 Sölvi Arnarsson. Þjálfari línu númer 95 Hildur Sturlsen, númer 16 Guðjón Þorsteinsson, númer 19 Kári Árnason, númer 23 Hákon Magnússon og númer 97 Lukas Stinna. Og í þriðju Markus Ólafsson, númer 8 Benedikt Ingólfsson, númer 7 Arnar Karlsson, númer 11 Haukur Karlsson, númer 28 Helgi Jónsson, og fjórða Þór Karls og Vilja Björnvíks. Aðalþjálfari Skautar Sheldon Westbeck og hjá SR Mílustad Vestmannsson. Ég vil báðið að koma það. Já, góðan daginn og verið velkomin til leiks. Hér að hefðast Tvíhöfði og við byrjum á körlunum. Það eru lið Skautafélags Reykjavíkur og Skautafélags Akureyrar. Svo hér á eftir klukkan 7:30 þá hefst leikur sömu liða í meistaraflokki kvenna. Það búast við spennandi leik. Akureyringar ennþá ósigraðir eftir 2 leiki en þeir eru engu að síður jöfn að stigum þessi lið. SR-ingar búin að spila 3 leiki, vinna 2 og tapa 1. Það var leikur liðra fyrir norðan sem Akureyringar tóku 4-2 í miklu spennu leik. Og liðin eru komin af stað og það eru SR-ingar sem vinna bökkinn. Hann fer alla leið yfir og í æsing. Já, eins og ég myndist á þá hafa þessi liði leikið 1 leik sem lyktaði með 4-2 sigri Akureyringa. Sá leikur hafði þetta mikla eftirmála í för með sér og þeir sem hafa verið svona fylgst með umræðinni á fréttamiðlum vita vafalaust hvað það mál snýst. En þetta bara nýr leikur og það verður vafalaust hart barist hér í dag. Og hér koma SR-ingar, Hákon vinnur bökkinn hérna neðar á blálínunni. Hann setur á Kára en sendingin misheppnuð. En SR-ingar fá bökkinn aftur, Þorgils. Og það rángstaða. Já, eftir síðasta leik þá fóru alls 4 leikmenn í bann. Hjá SR-ingu voru það Jónatan Ótúma og Daniel. Þeir fengu hans bann fram út þetta ár og Birkir Einarsson og Gunnar Arason fengu sömuleiðis einsleiksbann hvor. Þannig að það eru nokkuð skakkafölli í báðum liðum. Og hér er SR-ingar fyrsta skotið, það er Jóhann Leifsson sem á skot framhjá. SR-ingar halda pökknum inn í svæðinu. Ekki lengi þó að pökkun er komin út og SR-ingar gera breytingu. Og þessi fer væntanlega yfir í æsing. Það fer hægt af stað, ekki mikil gæði eins og komið er, en bara 90 sekúndur liðin af leiknum, menn svona að fóta sig á svellinu. Mikil barátta hérna pökkinn, fyrir aftur fyrir markið og SR-ingar reyna að byggja upp sókn. Marek með skot framhjá. Hann fær pökk. Nei, hann missir á honum hérna.
en S-æðingar halda hann vinni. Halldór sjöppan hann niður. Þessi fer aftur út og í frystingu. Menn er ennþá að reyna að valda pekkinu. Það er hending ef liðin á tveimur, náttúrulega þremur sendingu sín á milli. Þetta er fram og tilbaka. Nú fyrir við í face-offið. Það er Matthías og Haukur Karvelsson. Haukur og bróðir hans Arnar, þeir komu frá Fjölni núna, uppaldir S-æðingar reyndar en búin að vera nokkur ár í Grávoginum. Komið tilbaka núna í haust. Móður liðstyrkur þar fyrir SR. Og hér er Ágúst að gera sig líklegan. Axel kominn fram með pökkinn en missir hann. Hér kemur Sölvi, gerir sig vel í að vinna og það er skotamark sem tiltölulega þægilega varið hjá markmanni skautafélags Akureyringar, Tyler Sturm. Nei, þetta er ekki Tyler, þetta er Róbert Stingriðsson sem stendur í markinu. Og annað aftur er Róbert. Og geta S-æðingar sótt hratt. Þeir kasta pekkinum niður. Þar tekur Edvard bara við honum og sækja hratt, glæsileg sending hjá Axel yfir á Alex Mána, fyrrum leikmann skautafélags Akureyrar. Hafþór og það er rangstaða. Hafþór var kominn hérna upp hægri en Ólafur Björgvinsson var aðeins á undan honum inn í svæðið. Ingólfur býr sig undir að kasta bekkinum niður. Það eru Unnar og Kári og Unnar hefur það. Hákon vinnur pökkinn á miðjumvellinum. Dömpar hann niður fyrir aftan markið og þar sækir Kári að. S-æðingar ná valdi á pökkinum og reyna að byggja upp sókn. Það er Unnar með lúmskot sem Jóhann ver vel. Kári tekur frákastið. Sendir á Þorgils. Hún á ekki komin út, Gunnlaugur með misheppnasendingu og aftur tekur Unnar skot nánast á sama stað áðan og aftur skot þegar við komum í Matthíasi en Jóhann Björgur nær að verja þetta. Þorgils upp völlinn. S-æðingar vilja fá brot en Jóhann ver þetta. Fyrsta alvöru færi leiksins komið. Það var hann Heiðar Jóhannsson. Slapp inn eftir að Þorgils hafði mist pökkinn á hættilegu stað. En Óli gefur lítið fyrir kvartanir S-æðinga sem sáu þetta brot. Það eru Heiðar og Haukur sem fara í face-offið og það vinnur Heiðar. Skota með því sem er blokkað, annars skot og Hákon blokkar það. Góð vörn þarna hjá Þorgils fyrir aftan. Og allt í einu Þorgils kominn á fleygiferð upp. Hann er með Gulla með sér.
en sendingi rættar ekki rétta leið. Eskfirðingar ná að skipta en Jóhann ver þarna, þetta mark! Jóhann Leifsson með fyrsta markið. Fylgdi þarna eftir skoti sem Jóhann náði ekki að halda. Og svona næra vippbónum hann upp í þagnetið fram hjá Jóhanni Björgvini. Marek Víbostók sem átti skotið sem Jóhann fylgdi á eftir og fær þar með skráða stóðsendinguna. Það var lítið í kortum að væri eitthvað að fara að koma mark en það þarf ekki mikið til. Tekur bara nokkra sekúndur að skora þetta. Og þetta er æsing. Og leikurinn fer aftur á stað. SA-ingar vinna þetta face-off og byggja upp sókn. Hafþór með pökkinn yfir á Unnar. Unnar hættulegur í þessari stöðu en Þorgeir sér við honum í þetta skiptið. Kári með pökkinn. Mikil barátta fyrir aftan markið. Kári nær að halda honum en ekki lengi. Hafþór og Atli með skot sem Jóhann ver en nær ekki að halda. Unnar með fyrir aftan markið. Unnar með fallega hreyfingur innra laumunum framhjá. En SA-ingar halda pökkinn menn þá. En nú kom SA-ingar ná að sækja hratt. Kári með pökkinn. Hákon er að bömpa honum niður og svo þau farið í skiptingu. Þessi var í stöngina og aftur orrar hríð frá Skautafélagi Akureyrar að þessa stundina. SA-ingar ná lítið að byggja upp sóknir. Akureyringar taka bara við þessu á blálínunni og halda bara áfram að drita markið. Og enn eitt skotið sem Jóhann Björgvin er að verja. Og þessi bolti fer væntanlega í æsingu. Ég sé að skráð skot á töflunni er hérna 4 fyrir Skautafélag Akureyrar og 2 hjá Skautafélagi Reykjavíkur. En ég get fullyrt það að skot Akureyringa eru töluvert fleiri. Það hefur bara verið 4 í síðustu sókn. Þetta er farið aftur á stað. Andrinn er að koma út og SA-ingar ná að skipta. Og hérna er komið það var ótímabær sending hjá Alex Mána. Hann var komin í 1 og 1 stöðu en ákvað að senda hann yfir og reyna að finna Axel. En SA-ingar
Kíkjum svo, Edvard kemur með hann með stórundarlega sendingu á Markus sem nær að bjarga andlitinu á Edvard og á góða tæklingu. Þetta er rángstað á Alex Mána aðeins og bráður á sér. Eða Axel aðeins svo lengi að aðdama á sig. Ríkistefna í gangi. Óli settla málinn. Og leikurinn getur farið aftur á stað. Ég hef ekki hugmynd hvað var í gangi hérna. Markus með pökkið niður, Hákon pressar og Róbert kemur út og leysir vel úr þessu. Og Jóhann með fallegar hreyfingu fer fram auðveldlega fram hjá Edvard. En hann náði ekki að nýta sig þetta en halda pekkinum inn í svæðinu. Og enn eitt skotið hjá Akureyringum í þetta skipti var það Bergþór Ágústsson. Jói hvetur sína menn áfram að leiðina út af og bendir á S-ringarnir séu orðnir pirraðir og þá þurfa að nýta sér það. Sjáum hvernig það fer. Og leikurinn fer aftur á stað. Kári tapar þessu face-offi. Daniel reynir skot, það er blokkað. Unnar náði hérna lúmsku skoti sem fór í löppina á Jóhanni. Haukur Steinsen gerir vel og þeir ná að koma sér út úr svæðinu. Kári með pökkinn. Sendir hann yfir á Hákon. Hákon sendir nú bara beint í bringuna á Hafþóri. Sér ekki að reyna að sækja hratt. Það gekk ekki. Þeir enduðu með því að döppa pökkinu niður og S-sæðingarnir koma sem fyrr upp völlinn. Góð tækling á Helga, nær að stoppa þarna. Daniel að mér sýndist. Þarna er léleg sending sem og þetta kom skot. Alex Máni með það skot. Axel vinnur pökkinn, Sölvi tekur við honum. En hann fer aftur út þannig að bara hérna fram og tilbaka sem fyrr. Sendingarnir reyna að byggja sér upp eitthvað. Kári kemur við hann og það er æsing. S-ringarnir aðeins náð 3 skotum á markið þessar fyrstu 11 mínútur. Kallar svolítið eftir gæðum úr þeirra átt. Og reyni ekki þessara 3 skota líklegt til að fara í markið. Kári sem eigast við pökkinn í face-offinu. Jóhann tekur það. Akureyringar sé búin að vinna öll face-off í þessum leik. Lúmskot þarna sem Jóhann nær að verja. Það var
Dagur sem átti þetta skot. Þetta tekur Kári 1. Gulli kemur pökknum út. Kári pressar. Og hann fer út úr svæði S. Jóhann fær pökkinn fyrir aftarmark Ser, fer með hann út. Heldur með ennþá og það ætla bara enginn í hann. Og skot sem Jóhann ver. Íslendingar nota tíma til að skipta. Koma S-æfingarnir hratt. Og það er high stick á Lukas. Og Unnar gera sig klára í face-offið. Það er einhver rekistefna í boxinu. Óli dómari að ræða málin, en mér sýnist leikurinn geta farið af stað. Eða ekki. Það býð eftir einhverju laga eitthvað á klukkunni, sýnist mér. Nei, hann dæmir ekki neitt. Það sýndist þetta að vera klár dómur en áfram með leikinn, áfram gakk. Lukas féll þarna við eftir einhverju viðskipti. Og Hafþór á fær pökkinn hérna fyrir fram markið. Þetta skot er blokkað. Helgi er stöðvaður. S-æfingarnar er byggið upp enn eina sóknina. Unnar. Þetta er sikkert ekki aðeins svo mikið þarna. Skot í utanverðarstöngina frá Birni, frá Degi, segi ég. Og nú kemur Sölvi í 1-1 stöðu á móti Degi. Reynir sending og Axel sem nær ekki pökkinn, en Alex Máni vinnur hann aftur. Og Axel tapar honum út úr svæðinu. Einhver viðskipti, Axel fellur við en ekkert á þetta, segir Óli dómari. Og sterk tækling hérna Hákoni á Marek og þessir Edvard. Og nú kemur dómurinn. Það er á hann Edvard sem sýndist krækja þarna í Heiðar. Þannig að næstu 2 mínúturnar spila Skautafélag Akureyringar einu fleiri. Lítið við þess að segja hjá S-æfingum. Það var hreinn og klár dómur.
sekúndur eftir af leiknum og powerplay næstu 2 mínútur. Hákon með sterka tæklinga hafþór og nær að koma pekkinum út. Vinnur hérna mikilvæga sekúndur. Kári og Unnar fara í kapphlaup. Og þá kemur Unnar. Hákon sækir á honum og vinnur hann aftur og vinnur enn fleiri mikilvæga sekúndur. Og það er dómur. Sá ekki betur en að Unnar hafi látið verið pirraður af því að missa bekkinn og látið Hákon finna fyrir því. Þannig að jafnt í liðum næstu 90 sekúndurnar. Það voru Akureyringar klaufar að nýta sér ekki þessa yfirtölu og enn meiri klaufar að glutra henni niður. Það verða hérna 4 og 4. Interference, segir vallaþulurinn. Jóhann Már kemur upp. Markus á mótunum. Markus hefur betur og kemur pekkinum út. Jóhann þarf að fara tilbaka. Þetta er hérna. Og þennan tekur Jóhann Björgvin. Halldór Skúlason var hérna kannski líklega í betra færi en hann áttaði sig sjálfur á. Og endaði með því að hann átti bara veikt skot beint í lungurnar á Jóhanni. Haukur Steinsson gerir vel, kemur bökknum á Axel sem fer inn í svæðið hjá Akureyringum. Þar eru Sölvi og Haukur farin aftur með skot sem Róbert ver vel og upp í nett. Tiltölulega þægilegur dagur hjá Róbert í markinu hingað til hjá Akureyringum. Þessi 4 skot sem hafa komið á hann hafa verið bara svokölluð æfingaskot. Þarna kemur eitt alvöru. Það var Axel sem fekk pökkinn eftir face-offið. Þessi pökkur fyrir niður. Sendingarvinnan. Sölvi kemur upp með pökkinn á Axel. Nei, þetta er Þorgils. Veit ekki hvað varnarmaðurinn að flækjast þarna en kom sér í ágætisfæri. SR-ringarnir orðnir 5 og þannig að þeir eru í yfirtölu næstu, það er nú ekki mikið meiri 14 sekúndur, þannig að það nýta sér það. Hákon á móti Degi niður í hörð tækling á Degi. Hákon fann fyrir þessari en hér kemur hann aftur með Gulla með sér. Gulli fær hann en sendingin aftur inn í miðjuna ekki nógu góð. Lungskot þarna hjá Hákoni. Róbert gerir vel í að verja. Átti líklega ekki von á þessu. Hér allt í einu Jóhann bara kominn einn í gegn. Jóhann bíður eftir samherja. Flokku skot hægri vinstri og endaði með því að Halldór fekk skotið sem Jóhann ver. Enn eitt skotið að utan. Jóhann tekur það.
þungsókn Akureyringa þessa stundina. Edvard klessir hérna Ólaf Björgvinsson utan í battan og þeir bara makið standstill í bili. Sölvi nú komið með hann. Axel fær að reyna að gera eitthvað hérna inn í sóknarsvæðinu og enda með því að Alex Máni fær skotið fyrir löppina Róberti. Það er sannkvæmt að koma upp. Það er ekki lengi því að Hákon vinnur puckinn af Marek. Þessi hefð. Síðasta mínútan farin í gang. Alex Máni kominn í hættulega stöðu. Axel í dauða færi fyrir framann en skóflar honum yfir markið. Þannig hefði maður haldið að markahæsti maður deildarinnar til þessa hefði skorað. Alex Máni kemur aftur. Edvard með sér. Edvard hatar ekkert að skjóta og hann gerir það. En Róbert traustur í markinu. Góð sending, vel spila hjá Akureyringum en Jóhann Björgvin vel á verði. 10 sekúndur. Svo bara Vestfirðingarnir standa vörnina og gera það. Þessi leikluti rennur út í sandinn. Staðan 1-0 fyrir skautafélag Akureyrar. Ekki annað hægt að segja en að þetta sé bara verðskuldað. Það hafa verið sterkari. Sóknarleikurinn hjá Reykvíkingum verið stirður og þeir hafa ekki náð að testa Róbert mikið í markinu. En við ætlum að taka okkur hér næstu 15 mínúturnar og koma aftur í öðrum leikluta.
Ja, við erum komin aftur eftir hlið. Staðan 1-0 fyrir Skautafélagi Akureyrar. Við köllum eftir fleiri mörkum en kannski við förum allt bara meiri gæðum. Sérstaklega SR megin. Þetta er búið að vera frekar styrður sóknarleikurinn hjá þeim. Vörnin staðið sig alveg þokkalega en leikurinn er búinn að vera svona heilt yfir. Maður hefur séð skemmtilegur hokkíleiki, hefur við kynnið það. Og vonandi verður okkur að óska okkar hérna í öðrum leikluta. Sjáum hvað setur. Jóhann og Sölvi gerir sér klára í uppkastið. Óli fær þumal frá mörkunum og kastar pökknum niður og við erum komin af stað. Særingar vinna þennan og byggja upp sókn. En hún stóð ekki lengi yfir. Jóhann vinnur pökkinn, missir hann aftur. Þetta er svona fram og tilbaka. Akureyringar gera skiptingu, en SR koma hratt fram. Edvard fer bara alla leið og tekur skot. Og þetta verður Róbert. Edvard tekur frákvæmtið sjálfur. Ég veit ekki hvað hann var að reyna þarna, líklega bara skot. Og Kári kominn inn á. Hákon, Kári aftur. SR-ingar ná að halda bekkinum í svæðinu. Sundarsakir allavega. Og Unnar kominn fyrir Akureyringa. Markus blokkar þetta. Hafþór og Atli kominn í góða skotstöðu í bringuna á Jóhanni Björgvinni sem næra fyrsta pökkinn. Þetta fer í uppkast inn í varnarsvæði Reykvíkinga. Og hér er Svaga sem það er allir skot og heitt ekki bökkinn. Og SR-ingar reyna að gera eitthvað. Haukur. Þetta langlífsókn og nú eru Akureyringar. Löng sending í gegnum allan pakkan. Spila, segir dómarinn. Helgi kemur þessum út úr svæðinu. Mistök hjá Atla og Axel kominn einn á Róbert en Róbert grípur þennan stórglæsileg markvarsla hjá Róberti. Og líklega langbesta færi Reykvíkinga til þessa. Sölvi og Jóhann hérna í baráttunni. Edvard, pökkurinn hrökk til Edvard sem tók skotið framhjá. Þeir halda áfram að pressa. Besti kafli SR-inga í leiknum hingað til núna. Þeir halda sig inni. Axel fer vel með pökkinn á sendingu, erfiða sendingu yfir sem tók hann út úr svæðinu. SR-ingar reyna að byggja upp. Kári nær þess. Hörð tækling þarna. Jóhann lætur dómarinn heyra það, vildi meina að þeir hefði verið 6 inn á ís þarna. En Óli lét leikinn halda áfram og Gulli glæsilegt mark. Edvard gerir vel. Fáum að sjá þetta aftur. Edvard gerir vel hann í aðdragandanum. Heldur lengi í pökkinn, finnur Gulla og hann gerir engin mistök.
upp í þagnetið. Já, það var nýbúinn að segja að þetta væri besti kafli Esseringa í leiknum og það skilaði marki, miklu meiri ákefð, aðeins meiri hugsun á bak við hlutina í sóknarleiknum. Og Esseringar halda bara áfram. Þarna fyrir pökkurinn Óla dómara. Og Axel tekur skot framhjá. Þá koma Esseringar, Hafþór nær að böðlast þarna í gegnum allan pakkan og slöpp vörn hjá Esseringum og Alex Máni, Axel og hérna vil Esseringar fá eitthvað fyrir sinn snúð og fá það. Það var keyrt þarna í bakið á Alex Mána og sýnist að Unnar Rúnarsson sem fær sinn annan dóm, hann fór líka út af í fyrsta leikluta. Þannig að Esseringar verða einu fleiri næstu 2 mínúturnar. Interference alveg eins og í fyrsta leikluta og Esseringar vinna þetta uppkast og Axel kemst í skotstöðu. Bökkurinn yfir. Alex Máni nær að halda honum, Lukas. Alex Máni aftur. Edward á Axel. Tæp sending en á að halda honum. Sölvi, Edward og Axel með skotið. Það fer í hausinn á Róberti. Mér sýnist hann gefið til kynna að sínu í lagi með hann, en nei, Óli stoppa leikinn. Það var fast skot sem hann fekk beint framan á ennið. Þetta er ástæða fyrir því að menn eru með hjálma í þessu sporti. En mér sýnist nú Róbert vera í góðu lagi og hann er bara að setja sig í hjálminn aftur. Það er ekki tekið á honum, þetta var bara fínasta markvarsla með hausnum. Hér heyrðum við kannski vallaþulinn að biðja foreldrum að segja krökkum að hætta að leika sér upp í glerið. Og Esseringar koma mínútu og 20 sekúndur eftir að powerplayinu. Hákon fær þennan upp í battan. Mikil barátta og Hafþór kemur þessu út. Vinnur mikilvægar sekúndur fyrir skautafélag Akureyrar. Þorkils kemur upp með pökkinn. Gríðarlega snöggur. Hákon tók nú bara pökkinn af honum og fer aftur fyrir markið. Þá byggja þeir upp sókn. Hákon heldur áfram. Og áfram, heldur áfram og áfram. Og laus pökkur fyrir á markið. Það sýnist bara Hákon liggja á honum hérna. Þorkils tekur hann. Gerir vel í að koma honum að Kára. Kári á... Það voru þið nálægt í. En Esseringar vinna hérna mikilvæga sekúndur. Ná að halda hérna pekkinum Essermegin í svona 20 sekúndur. Það telur. 20 sekúndur eftir að powerplayinu. Og Kári ósáttur af. Það er dómur. Ef við kannski sjá þetta. Nú sá ég bara, það er brotinn kylfa og nú veit ég ekki hvað gerðist.
sé hérna, ég sé ekki betur en að þessi Þorgil sem er eitthvað meiddur. Krýpur og ágreinilega eitthvað erfitt með að, já, hann er bara að draga haltur og mér sýnist bara svona þátttöku hans í þessum leik sé lokið. Það er dómur á Skautafélag Reykjavíkur, það er Hákon Marteinn sem fer út af, ekki veit ég hvað gerðist þar. Gott eða var ekki Kilvan Hans sem brotnaði. En þetta var kannski ekki það sem SR þurfa að halda. Þeir eru, eftir að þeir Jónatan og Daniel fóru í bann, þá eru þeir nú ekki með mikið úrval af varnarmönnum. Þeir hafi verið 4 skiptis á milli sín, Markus, Edvard, Toggi og Haukur Steinsen. Þannig að nú eru þeir bara 3 eftir. Þannig að það mun mikið mæða á vörninni. Og nú eru það Akureyringar sem eru einu fleiri. Unnar er komin inn á og 1,5 mínútu eftir af refsidóminum í Hákoni. Vestfirðingarnir þéttir og Akureyringarnir reyna að finna glöfu. Unnar með lúmskot. Þessi fer í slána. Fór hérna af kylfinu á okkurum og upp í slána. Þarna voru Vestfirðingar hefnir, en þeir halda áfram. Og það er Jóhann Björgvin verð þennan og fyrsti pökkinn og einhver ryggistefna þarna fyrir fram að markið. Edvard reynir að rífa Akureyringa út úr markmannsvæðinu. Unni sýndist mér þarna planta sig við framan markið. Sjö mínútur liðnar á öðrum leikhluta og 50 sekúndur eftir af powerplayinu. Og þetta er einhver misskilningur hjá Akureyringum. Vestfirðingar næstíðu búin að senda Kára einn gegn, en sendingin var ekki nógu nákvæm. Í staðinn kemur Jói upp. Og kemur Kári. Jói nær að hlaupa hann uppi, en hann vinnur þarna mikilvægar sekúndur. Það var ekki til þessu. Og ráðstafa hjá Marek hafi verið of bráður á sér. Það er uppkast fyrir utan varnarsvæði SR. Og hér koma það er dauðafæri og mark. Þarna sváfu varnarmenn SR á verðinum. Þegar Hafþór fær pökkinn, er einn á móti Hauki, sendir hann inn í og þetta er eftirleikurinn tiltölulega auðveldur fyrir Ólaf Björgvinsson. Staðan orðin 2-1.
Og glæsileg vörn þarna hjá Axel Órungan. Þetta var sama uppskrift og í öðru marki Akureyringa, en Axel náði að fleygja sér hérna og stöðva sendinguna. Nú Þorgils er kominn aftur inn á, greinilega búinn að jafna sig. Það eru góða fréttir fyrir S-eringa. Þetta er fram og tilbaka og svo þarna var Kári klaufi. Axel var að komast í frábæra stöðu, en Kári einhvern veginn náði ekki að koma honum upp völlinn og senda Axel innan í gegn. Og Kári með pökkinn hérna fyrir aftan mark skautafélags Akureyringar. Hann er bara kjötaður eins og sagt er. Góð vörn hjá Akureyringum. Og S-ængar koma þessu út. Marek á Pétur. Marek féll hann að vildi fá okkar fyrir sinn snúð. Það gerir Hákon vel, leysir úr erfiðri pressu. Haukur með pökkinn á Edvard sem er kominn hérna fram. Hann fær bara pökkinn aftur og skot og þessi fyrir framjá. Mikil barátta fyrir aftan markið. Edvard mikið í pekkinu núna, tekur skot út úr einhverju stöðu sem Róbert ver. Og þetta fer væntanlega í æsingu. Jú. Og dómarinn fari í það að freista þess að tína út þá menn sem ætluðu að lauma sér út af áður en pökkunum fór í æsingu. Annar lauklundi hálfnaður, 2-1 skautafélag Akureyrar, en miklu meiri skemmtun í þessum öðrum leikluta heldur en þeir fyrsta. Meira jafnræði með liðunum og töluvert meiri gæði. Og hér er Marek á flegiferð, en hittir ekki pökkinn og S-eringar snúa vörn í sókn. Sölvi með pökkinn inn í sóknarsvæðið, nær ekki að fullu valdi á pökkinum. Ormur með erfiða sendingu sem Alex Máni tekur við með góðan snúning, en Unni sterkur fyrir í vörninni. Og hér kemur skot, langsótt og auðvelt fyrir Jóhann Björgvin. Unni mikið í því að dansa fyrir fram að markmann eftir að Jóhann er búinn að grípa pökkinn. Þetta fer í taugarnar á S-eringum, sem er kannski markmiðið hjá Hunna, aðeins að komast undir skinni hjá þeim. Og hérna var Hafþór kominn í gott færi, en pökkurinn fór yfir. Þung pressa frá Akureyringur núna. Unnar sendur pökkinn niður. Þar er Ólafur. Típunum á Pétur. Atli með skotið. Þetta er blokkað af Hauki.
Vestfirðingar er erfitt með að koma bekkinum út. Hafþór bara leikur sömu pökkinn hérna meðan aðrir tóku skiptingu, vel gert hjá honum. Sterk tackling hjá Hauki, en S-sæingar halda bekkinum. Unnar. Nýttir ekki pökkinn en næra halda hann inni. Gerir vel, fer fram hjá Hauki. Og Jóhann Björn, þetta enda með því að Jóhann Björgum ver skot frá Atla og fristir hann. Góð rispa hjá Akureyringum. Heiðar og Sölvi gera sig klára í þetta uppkast. Sölvi tekur það og Axel, tæp sending þarna hjá Edvard. Kemst upp með það, en Axel slaka móttöku og Marek er kominn í ágæta stöðu, bíður eftir samherjum. Afleidd sending út fyrir svæðið og S-sæingar byggja aftur upp sókn. Guðni, góða sendingu en Heiðar náði ekki taka við. En S-sæingar halda bekkinum í svæðinu. Í bili, Sölvi. Hættulegu leikur á Sölva, ætlaði með pökk í fyrir markið, misti valdi á honum. Og Heiðar með góða hreyfingu þarna en er ekki fullu valdi á bekkinum. Lukas kemur pökknum út, Hákon kemur á fleygiferð, er með Axel með sér. Kemur eitthvað skrítið skot, syndist að Uni hafa náð að blokka þetta. Þá kemur Kári, góður með pökkinn, en þá kemur markmannum Gulli, vinnur pökkinn aftur. Föst, þarna var frábær sending hjá Hákoni fyrir markið. Kári hitti hann einfaldlega ekki pökkinn. Tóki þungt touch og herðu, þarna var Ólafur Björgvinsson kominn einn í gegn en var aðeins svo fljótur á sér að þeir voru 6 inn á ís þarna í skamma stund og Óli dómari sá það, þannig að S-sæingar reyna að þræta fyrir þetta en það þýðir ekki neitt. Andri Mikaelsson er farinn í boxið og verður þar næstu 2 mínúturnar. Nei, Andri fer úr boxinu og skiptir við Andra Sverrisson sem mun sitja þennan dóm af sér. Einhver reikistefna. Ævar, markmaður, þessar hérna bekknum með ykkur köll. Og Óli segir mönnum vinsamlegast að hafa þessi hæga. Og leikurinn fer aftur af stað. SR vinnur þetta uppkast. Þorgils, Kári með góða sendingu inn í. Þar var Gulli. Ná ekki stýranum á mark. Hákon og Gulli hérna í baráttu. Og góð sending og laust skot hjá Hauki Steinsen. Það þurfa að vera betur þetta til að komast fram með Róberti. En S-sæingar að finna opnanir, það er jákvætt.
Vestfirðingar ná að koma þessu út úr svæðinu, ná að vinna sekundur, 1,5 mínútu eftir af refsimínútum Akureyringa. Þorgils veður bara upp völlinn á lúmskot og Róbert ver þetta. Óli var búinn að flauta áður en að pökkurinn var hann var ennþá laus á meðan að flauta en það kom ekki að sögg. Róbert náði að frysta hann. Leikurinn fyrir aftur á stað. Það eru Sölvi og Unnar sem bítast þennan bökk. Sölvi vinnur það. Axel Edvard, hann hlýtur nú að fara í skotið. Já, hann gerir það, fer framhjá. Lætur nú ekki svona opnun fram þessi fara. Mikil harka hérna. Axel vinnur bökkinn niður í horni. Sölvi nær ekki að snúa af sér. Hann Halldór. En pökkurinn ennþá inn í svæðinu og Alex Máni, Sölvi, Edvard, Axel færi hann. Er ekki alveg að finna opnanir, þeir eru þéttir aftur að segjanir. Axel og þessir yfir. Hérna var, hefði nú alveg getað dæmt hérna en ákveður að láta það vera. Hann krækti vel í Alex Mána. En Alex Máni kemur sér í færi, pökkurinn sem fer yfir. Pökkurinn út úr svæðinu, Vestfirðingar gera skiptingu. 17 sekúndur eftir af refsingu Akureyringa. Sýnist þeir ætla að lifa þetta af. Þetta er vond sending frá Lukas. Jói kemst inn í bökkinn. Hreinlega bara gleymir honum. Hákon með hættuna að leika þarna. Missir bökkinn og Jóhann kemst í færi sem Jóhann björgum vel. Andri Sverrisson er komin úr boxinu. Það er jafnt í liðum. Gulli, Vestfirðingar sækja hratt. Gulli með Hákon. Erfitt touch. En þá komast Marek og Jói. Þetta hlýtur nú að vera dómur. Jói hérna komin í hættulið færi og er hreinlega tekinn niður. Sá ég hvort að boltinn hafi að vera á leiðinni inn. Sjáum hérna Gulli með þungt touch, missir pökkinn, Jói kemst inn í hann. Marek með boltan á pökkinn á Jóa og endar inn í markinu, en nei, pökkurinn fór ekki inn. Vestfirðingar, Ég einhvern veginn gaf mér það að þetta hafi verið dómur en það eru jafnmargir inn á sellinu í hvoru liði. Þannig að líklega flaut hann bara því að markið var laust. Leikurinn fyrir stað, Þorgils með pökkinn í horninu, reynir að koma honum út. Vestfirðingar ná ekki að halda honum og Þorgils fær bara pökkinn aftur, er með Axel með sér og glæsileg sending en Axel nær ekki að nýta sér þetta. Hún hefur 3 mjög góð færi sem hann hefur ekki náð að nýta. En Alex Máni, vel gert og þetta er glæsilega gert hjá Alex Mána Sveinsinni. Nær að þræða, vinnur pökkinn hérna fyrir aftan markið og þræðir sig einfallega bara framhjá. Sjáum við að tekur hann út úr þögunni. Og kemur hann undir Róbert. Held ég sé ekki að ljúga að ykkur þegar ég segja að þetta sé fyrsta mark hans í búningi SR.
Alex Mann náttúrulega uppaleginn Akureyringur og byrjaði að skauta með skautafélag Akureyrar, fór síðan til Svíþjóðar og kom aftur núna tilbaka fyrir þetta tímabil og gekk þá í raði skautafélags Reykjavíkur 2-2 og allt í járnum eins og venjulega þegar þessi lið mætast. Það koma Íslandsmeistararnir aftur. Markús sendur hann bara niður, lætur Hauk sjá að berjast hann sem hann gerir, frábær tækling þarna. Þarna var Hákon nálægt í. Rétt svona snerti pökkinn til að taka Róbert úr jafnvægi. En Róbert vel á verði. Rétt tæpar 3 mínútur eftir. 2-2 og þetta er allt annað leikur en í fyrsta leikluta. Töluvert meirum færi. Betri spilkaflar hjá aðalega S-eringum en hjá báðum liðum bara búin að vera fínar rispur. Gulli gerir vilja að vinna, Hákon með pökkinn. Hákon með fast skot. Sýndist hann fara í stöngina eða hvort hann fór í Ósnur Róberti. Hún fylgis eftir og þessi fór bara í Kára sem reynda standa fyrir markmanninum. Gulli með skot sem Róbert tekur auðveldlega og hér er læti. Andri Mikaelsson og Kári í einhverjum riskingum en það er búið í bili allavega. Fyrir af stað. Það eru Kári og Jói sem býtast um þennan. Kári hefur betur, Þorgils, Haukur með skot. Róbert verður þetta. Hákon tekur frákastið, kemur hann út á Hauk aftur. Haukur með hann niður. Róbert er að reyna fristan, ég sé ekki hvernig það gengur. Nei. En á Akureyringar ná að koma þessum út og þetta fer líklega í æsingu. S-eringar ná að skipta en Akureyringar þurfa að halda sig ennþá inn á vellinum. Minni enn og aftur á að þetta er tvíhöfði og hérna klukkan 7:30 mætast kvennalið þessara sömu félaga. Það verður örugglega ekki síðri leikur, þannig að það er algjör óþarfi að stökkva eftir þennan leik. Og Alex Máni kominn á ferðina. Axel gerir þarna vel en Jói nota alla sína reynslu til að taka þennan pökk á honum. Fast skot þarna, fer fram hjá Pétur og frákastið. Og hér er Sölvi kominn á ferðina. Er einn glæsilega gert unnari, fór bara niður á hnéð og blokkaði þetta. Atli kemur pökknum út en fer alla leið yfir og þá gerir við þá fyrir að það verið flautað. Já. Taflan góða segir að SR sé búið að 22 skotamark en skautafélag Akureyrar 17. Mjög jafn leikur. Kári tekur þennan á Markús og fast skot og glæsilegt mark. Hákon Marteinn Magnússon fær pökkinn upp úr þessu face-offi og lúðrar honum Markús á sendinguna. Hákon tekur slagskot upp í þagnetið. Skoraði mjög keimlíkt mark hérna á móti Fjölni í síðasta leik. Og
Staðan orðin 3-2. Og þessu að vel fagna hérna í stúkunni. Markus og Kári fá þessa stórsendingu á sig. Vestfirðingar halda bara áfram. Og hér er færi á Vestfirðingum. Jóhann Björgur reynir að frista. Mikil barátta. Þessi var tæpur og rétt framhjá. Og Vestfirðingar ná að koma þessum út. Hörð þungsókn Vestfirðinga. Léleg sending en hann þarf að bíða eftir að Kári komi út. Þorkils með pökkinn hérna. Vestfirðingar láti nú bara. Jæja, þeir gera eina atlögu viðbót. Haukur og þetta er Alex Máni með fast skot framhjá. Haukur. 5 sekúndur og tíminn rennur hérna út. Annar leikrit á enda. Staðan Skautafélag Reykjavíkur 3, Skautafélag Akureyrar 2. Mikil skemmtun hérna í öðrum leikrita. Og við vonum að þriðji leikritu verði ekki síðri, en við tókum okkur hlé hérna í 15 mínútur og komum tilbaka í þriðja leikrita.
Jæja, við erum komin aftur í þriðja og síðasta leikhluta. Staðan er 3-2 fyrir Skautafélagi Reykjavíkur. SA-ingar fengu slæm tíðindi hér við hlénum. Unni Sigurðsson, leikmaður þeirra, var fluttur hérna á sjúkrabörum, illa meiddur. Ég veit ekki nákvæmlega hvað gerðist, en hann var hérna mjög þjáður og sjúkraflutningamennir voru að gera aðrum hérna milli leikhluta. Og við vonum bara innilega að þetta sé ekki alvarlegt og hann nái sér fljótt. Þetta er ekki bara góður leikmaður, heldur drengur góður. Systir hans Saga spilar náttúrulega fyrir Skautafélag Reykjavíkur, þannig að við vonum það besta, en leikurinn er farin af stað og það eru SA-ingar sem eru að sækja og það er rangstaða. Þetta var í gang. Jói skeiðar upp völlinn og það er dómur
Jói liggur hérna í svellinu, hann sýndist að vera Axel sem smelti kylfuna milli fóta hans og ég held að Axel geti ekki gert neina athugasemdir við þetta. Þannig að skautafélagi Akureyrar verða einu fleiri næstu 2 mínúturnar. Fær dóm fyrir slassing. Nú þurfa Víkingar að standa vörnina. Og þetta er lausbökkur og SA-ingar vinna nú lokum. Marek Atli hérna, sér hvaða kostir í boði á Jóa. Jói með góða sendingu á Atla. Þetta er vel spilað hjá Akureyringum en Heiðar náði ekki alveg valdi á pekkinum. En þeir halda honum og nú er Atli í góðu færi en þetta er beint í kjöltuna á Jóhanni Björgvini. Þetta var gott play hjá Akureyringum, margar sendingar og fengu alveg nokkrar opnanir. Það var henni bara endanútinn sem vantaði. Þetta er aftur lausbökkur og aftur það Akureyringar sem ná valda á honum. Núna vilja RS-eringar fá eitthvað. Sýndist nú ekkert verið í þessu. Það var bara þetta milli Tóka og Atla. En RS-eringar halda þessu. Jói með pökkinn aftur fyrir. Marek. Núna Jói spyrir á milli sín. Marek aftur og þarna er... Nei, hann kemur ekki opnun. Heiðar þarna að gera sig líklegan. Og Atli skotið yfir. Pressar þyngist. Eftir því sem lappirnar verða þyngri á fámennum S-ringum. Það sýndist hans yfir inni. Marek aftur. Til aðra tilraun. Skýtur bara beint í andra. Og Jói. Þarna átti Heiðar eiginlega að gera betur. Jói með lúmskan pökk hérna inn í miðsvæðið. Og Tóki nær að koma hann frá en ekki út úr svæðinu. 25 sekundur eftir á powerplayinu. Og enn eitt skotið og hann upp í loft fyrir framan Jóhann Björgvin. Og Jói stýrir þessu sem hann fór ekki dælir hérna og Atli með skotið og nú er jafnt í liðum. Ekki ná Akureyringar nýta sér liðsmunum í þetta skipti en þeir halda sóknina áfram. Skotið frá Jóa blokkað, nú þurfa þær að fara út og þá nota menn tækifæri til að skipta. S-ringar stóðu vörnin hérna vel. Fallega gert hjá Kára, hann þræðir fram hjá tveimur vikunum og reynir skotið, það er blokkað. Hákon og Unnar eigast við þetta í horninu, Hákon hefur betur en S-ringar og Kári er komin upp með Hákon missar á fjær en Kári reynir skotið. Það er varið hjá Róberti. Haukur reynir skot, það er blokkað og það er enn eitt dómurinn. Nú er það Hákon Marteinn sem fer fyrir tæklingu á leikmann Skautafélags Akureyrar númer 17. Halldór Skúlason. Frekar óþarfa tækling þarna og það getur einn stýrt að eyða miklum tíma í refsibóksinu. Þetta er annar dómur Hákonar. Hann og Unnar hafa báðir fengið 2 dóma, aðrir minna. Axi var rétt nýkominn úr bóksinu þegar Hákon fer aftur inn. Þannig að það má búast við
annari þungri sókn frá Akureyringum. Sölvi gerir vel í að koma pekkinum út. Unnar með afturhandarsendingu, ekki nógu nákvæm, en Hafþór gerir, þetta er vel gert hjá Axel, kemst inn í sendingu frá Hafþóri og kemur bara pekkinum fram. Alex Máni pressar á Alla og nú geta það byggt upp aftur. Hafþór gerir vel í að finna Alla og nú leitaðar á opnun. Og fast skot og Haukur nær að blokka þetta. Unnar með góða sendingu, Atli nær ekki að höndla pökkinn og þessi fer út. Það er Lukas sem kemur honum út. Og þá skipta SR-ingar. Það er misskilningur milli, þeir eru að vinna á því. Unnar með skotið og rétt framhjá. Hörð tækling hérna hjá Markúsi og Unnar og Óli segir að þetta hafi verið innan marka. En klaufalegt að ná ekki að koma pekkinum út hérna, en það gerir það núna. Kári fer bara upp, síns lítur og snúa við bara og vinna tíma, og sendir pekkin upp í horn. 20 sekundur eftir að þessu powerplayi. Akureyringar eru búin að vera einu fleiri nást allan leiklutan en ekki náða að nýta sér það. Hvað gera það núna? Andri Mikaelsson. Og nú er jafnt í liðum. Jói leitar á opnun. Ormur og Jói aftur og Ormur og skot eftir mark! 3-3, Ormur með skot frá blálínunni. Sá ekki betur en Andri og Haukur. Andri Mikaelsson, leikmaður SA og Haukur Steinsen stóðu þarna fyrir Jóhanni Björgvinni sem sá aldrei pökkinn. Í rauninni ekkert að frétta, en hann er alveg blind fyrir Jóhann Björgvin, hann sá þennan aldrei. Staðan var jöfn, 3-3. Fimmtán mínútur eftir og allt í járnum. Og herðu, strax komið færi, Kári hérna komst inn í sendingu. En náði ekki alveg að reyndi hérna einhverjar kúnstir sem... Herðu, hérna er ljótt brot. Hákon hreinlega tekinn hálfstaki og þetta hlýtur að vera... Það er Bergþór Ágústsson. Þannig að fáum að sjá þetta hérna aftur. Hákon fer til Barnós og sáum hvernig hann tekur hann utan hálsinn á honum og keyrir hann niður. Og bara hreinlega afbragðsdómari leiksins sá þetta og sendi Bergþór í kælingu. Óli hefur bara haft mjög góð tök á þessum leik og maður hefur leikmenn lítið þurft að tuða og tjá sig. Þarna náðu SA-ingar að koma pekkinum út og nú byggir bara svo. Edvard kemur upp. Þá kemur Alex Mann á ferðinni. Og þetta gerir hann vel. Og hann heldur ennþá í bökkinn. Nei, þetta er klaufalegt. Fer undir spaðan hjá Edvard og þeir þurfa að fara aftur út. Það hefur bara hálf mínúta farið í vaskinn hjá SA-ingum. Kári fer inn í sóknarsvæðið og með skot fer framhjá. Hákon og Kári býtast í frákastið. Hákon snýr af sér
leikmann SA og fyrir allavega í gegn. Þessi fór rétt fram með markinu. Haukur reynir að lauma honum fyrir en hann fór í gegnum alla bakkann. Og þarna er æsing. Æsingar ekki náða að stilla almennilega upp í sókn í þessum powerplayi. Þetta er svona og leikurinn fyrir eftir í gang, 40 sekúndur eftir af refsimínútu með sæinga. Og það tók svona að gera svona að koma fekkinum á svellið. Mikið hamagangur. Og þá koma SR-ingar, Hákon, hann er með Gulla og Kára með sér, og Hauk. Og Róbert gerir vel. Hákon reyndi að koma honum þarna á Hauk. En Róbert náði að komast út úr markinu og inn í sendinguna. Þorgils, Hákon og Gulli. Vel varið hjá Róberti. Náði að Gulli komin í gott færi. Það eru 12 sekúndur eftir að Hákon Bergþór kemur aftur inn hjá sæðingum. Jói vinnur þetta face-off og klokkurinn upp í netið og það er aftur uppkast. Sölvi og Jói sem bítast upp högginn. Það er flautað, annað uppkast. Það kemur fast skot, Axel fyrir utan og þetta við Róbert. Lukas náði ekki að gera sem mat úr frákastinu, þá kom SR-ingar 3-2. Jói, Marek. Það var Jóhann Björgvin varði vel. Hlökkurinn fór í Edvard og var á leiðinn inn. Og Axel allt í einu kominn í færi. Nú er þetta fram og tilbaka, mikið hraði þessa stundina. Halldór með skot. Jóhann ver í stöngina. Það eru færi á báða. Nú er að Hákon sendir bökkinu upp en aftur til S-sæðinga þar sem Unnar tekur við honum. Unnar með, er ekki alveg hvað hann ætlar að gera, senda bara beint á Gulla. S-sæðingar með og nú kemur Unnar á ferðinni, þröngur vinkil, kom sér í þrönga vinkil og Jóhann Björgvin átti ekki teljandi vandræðum með þetta. Mikill hraði núna í leiknum, mikil harka, sem er bara gaman. Leikurinn fer aftur af stað.
Jóhann Björgvin grípur þennan og setur inn leik. Haukur spaðan á og hér Haukur og Helgi komnir tveir og Haukur setur þennan framhjá. Helgi með puckinn, sendur hann niður aftur á Hauk. Helgi tekur hann bara aftur og með puckinn út. Þar tekur Haukur við honum, Haukur Steinsen. Og hér kemur Axel á ferðina, fer inn í sóknarsvæðið hjá og F-sæðingar á að bæja þessu frá og keyra hratt upp. Það er skot í slána. Það var frábært skot og nú koma S-sæðingar. Glæsilega tekið af mótunum hjá Axel. Hann er ekki alveg fullu valda á honum, hann þarf að fara og leita sér samherja. Reynir að finna Sölva þarna inni en þetta var krefjandi pokkur. Og ykkur læti á bekknum að Essa og Óli stoppar leikinn. Veit ég ekki af hverju. Og leikur okkur aftur á stað. S-eringar byrja að byggja upp sókn, tók ég með sendingun á miðun á Kára og þetta er rangstaða. Kári hitt ekki alveg á Hákon og var kominn inn áður en að pökkunum fór, þannig að þetta er rangstaða. Rétt að bara 9 mínútur eftir, staðan 3-3 og allt í járnum hérna. S-sæðingar reyna að byggja upp sókn. Axel, góð pressa hjá Axel og Atli gefur hann frá sér. Sölvi gefur hann líka frá sér. Og þetta er rangstaða. Pökkun var farin út á en Lukas komst í hann. Hvorugt liðið einhvern veginn náð yfirhöndin í þessum þriðja leikluta. Þetta er búið að vera fram og tilbaka. Og fín færi á báða bóga. S-sæðingar taka þetta uppkast og byggja upp sókn. Andri Mikaelsson setur hann inn í svæðið. Þar tekur Haukur Steinsen við honum. Bíður eftir opnun, finnur Kára sem bara keyrir upp miðuna. Er með Gulla og Hákon með sér. Tekur skotið framhjá. En þeir ná að halda sig inni. S-sæðingar ná að koma þessu út. Og Andri hérna vinnur pökkinn af Hákoni.
Þessi bökkum fór út af vellinum, þannig að það er uppkast. Ingo setur sig í stellingar að kasta þessum í svellið. Fyrir framan. Haukur Karvelsson tekur þetta. Sækja að vinna pökkinn. Þarna er Ólafur í baráttunni. Hafþór nær pökkinum, Unnar með snertingu sem hindraði pökkinni að komast alla leið. Og S-eringar ná pökkinum. Helgi kominn í 1-1 stöðu en verður ekki að gera sem mat út þessu. S-eringar taka aftur við honum. Og þá koma S-eringar. Fast skot, Jóhann Björgur Ver, pökkurinn upp í loft. Hafþór nær takið á honum hérna niðri. Missar hann jafnóðum, Sölvi upp völlinn undir þungri pressu varnarmanna S-a. Og hann má ekki við marknum hérna, sýnist mér. S-eringar taka þetta. Og aftur er það Hafþór, mikið í bekkinn þessu stundina. Og þessi fór í netið fyrir aftan markið eftir að Róbert varði og það er uppkast. Sýnir svona taugarnar aðeins farnir að taka á leikmenn. Sendingar ekki alveg að radda spaðana. Og þetta er svona fram og tilbaka. En það er ekkert sem skilur þessi lið að. Það eru nánast jafnra skot á mark og þetta er henni bara spurningum að koma pekkinum inn í netið. Þorgils með skot sem Róbert ver vel. Hann sá þetta seint, hann Róbert. Mikil barátta fyrir aftan markið. Þar hefur Kári betur. Heldur bekknum innan raða S-eringa. Það er hérna þunga tækling á sig en löglega. Þorgils tekur hann hérna, vinnur hann fyrir aftan. Mikil barátta. Þorgils og Heiðar. Heiðar náði hérna góðu skoti og aftur. Það Jóhann Björgun Ver hérna í tvígang. Mjög vel. Virkilega vel gert á Heiðari hérna. Hann var lagstur í svelli þegar hann nær að slingja kylfun í pökkinn. Og það er uppkast inn í varnarsvæði S-eringa. Haukur Karvelsson og Jói tekur þetta, Jóhann Leifsson. Það er fast skot, Jóhann Björgur Ver. Mikil barátta hérna í horninu. Enda með því að Markus nær að losa aðeins pressu S-eringa og þau komu út úr svæðinu. Þeir halda bara áfram S-eringar. Marek veitar að Samherjum, finnur Ólaf sem bara dansa með hann hérna og hér er bara pökkurinn fastur fyrir aftan mark meðan menn einhvern veginn reyna að greiða flækjunni. Margar kylfur hérna í kringum pökkinn. Og það er Marek sem tekur pökkinn. Það var Unnar bara í dauðafæri en hitti ekki pökkinn. Kom hann inn í en næri að halda hann inni en nei, hann fer út. Ólafur kemst í stöðu
pressa SA-ingar núna. En SA-ingar snúa vörn í sókn. Kári 1 á 1. En það er ekki alveg vald á pekkinum. Hafþór kemur þó upp. Það er alveg bara einhvern einasta pökk hérna. Enda mikið í húfi. Þetta eru mikilvæg stig. Það er væntanlega þessi tvö lið sem koma til með að bítast deildarmeistaratitilinn. Svona eins og mótið fer af stað. Þetta er góð vörn hjá Þorgils. Nú koma þeir Hákon. Er með Axel með sér. Hákon fer inn í svæðið. Reyna að vippa þarna inn í. En SA-ingar ná að komast út. Axel, það er pökkinn hérna með skot fast og Róbert ver vel. Þessi er leik. Þorgils skilur hann eftir handa Alex Mána. Lukas og Haukur Karvelsson. Það eru rétt rúmar 2 mínútur eftir. Gulli reynir að býður byggja upp sókn. Hann fer bara upp með hann með Jó á eftir sér. En aðeins svo mikið þarna. En Kári gerir virkilega vel. Gulli kom inn í 1 á móti 2. Reynir að búa sér til stöðu en nær því ekki. Þannig að nú koma SA-ingarnir. Jóhann setur hann bara beint á Markus. Sölvi kominn í góða stöðu, býður og Axel komst í skotfæri, hitti ekki á markið. Vel gert hjá Sölva, hann beið þarna lengi, beið eftir að Róbert hreyfði sig. Og SA-ingar stilla upp í sókn, Axel áfram og með skot og Róbert var og þetta er mark! Kári Arnarsson fylgir eftir skoti frá Axel, Róbert náði ekki að halda honum. 55 sekúndur eftir sjáum við hérna Axel leitar opnunni, finnur hana, Róbert fær hann í hanskan, missir hann og Kári er fyrstur að átta sig. Það var svona einhvern veginn fann að gera ráð fyrir að þetta væri að fara í framlíkingu og getur enn gerst. Sýnist að þessi búið að taka leikli. En nei, það er ekkert leikli, þeir eru bara ennþá að fagna hérna við bekkinn. og 5 sekúndur eftir, Skautafélag Reykjavíkur 4, Skautafélag Akureyrar 3. En það getur allt gerst ennþá. SA-ingar fórna örugglega öllu núna. Hákon með það niður. Og þetta er æsing. Og pökkunum fer þá inn í varnarsvæði SR. – 44 sekúndur eftir. Áhorfendurnir farin að rísa úr sætum og nú kemur leiklið sem ég talaði um áðan. Það er ekki ólíklegt að Akureyringar taki Róbert úr markinu og setji 7. mannin í sóknina. Þannig að það verður þetta verða langar 44 sekúndur fyrir Skautafélag Reykjavíkur. Þeir þurfa að halda fullan fókus í vörninni.
Hákon, Kári, Þorgils, Haukur og Alex Máni standa vörðinni á SR. Jú, og hérna kemur 7. maðurinn inn á. Andri Mikaelsson kemur í staðinn fyrir Róbert og verður 7. maðurinn í sókninni. Jói og Hákon frendurnir ætla að bítast þennan pökk. Hákon hefur betur en það Marek sem nær honum. Hákon fær pökkinn en nær ekki að komast fram fyrir Atla. Atli senda beint í. Og herðu, hér Haukur Karvelsson. Þessi með framhjá á 12 mark. Hittir ekki markið. 18 sekúndur. Þarna hefði S-æringar geta gert út af við þetta en í staðinn koma S-æringar á fleygiferð og Marek nær skotin í slána. Ég veit ekki hversu oft sláin búinn að bjarga S-æringum í þessum leik. Þetta að renna út 3, 2, 1. Skautafélag Reykjavíkur fer með sigur á Hólmi í alveg hreint mögnuðu leik. Ef við skilum fyrsta leiklutin eftir, hann var frekar dapur en annar og þriði leikluti stóðu svo sannarlega til vætingum. S-æringar taka forystun í deildinni með þessu sigri en hún að leika einu fleiri leik en Skautafélag Akureyrar. En það má búast við að leikirnir verði svona í alla vetur. Hreint út sagt fyrirtagsskemmtun. Og leikmenn takast hér í hendur. Gott ef þetta var ekki 3. eða 4. sláaskotið hjá Skautafélagi Akureyrar hérna í lokin hjá Marek. Og þetta eru millimetrarnir sem skipta máli í þessu sporti. En þessum leik lokið. Ekki bara langt því að eftir það bil hálftíma eigast sömu lið í meistaraflokki kvenna við og það má búast við vonandi álíka skemmtulegan leik þar. En við þökkum bara fyrir okkur í bili og komum aftur að vörðum spori.